Góðan daginn, krakka mínir. Í dag ætlum við að fara að gera saman súkkulaðikökuna. Hina einu sönnu súkkulaðiköku sem nemendur skólans elska. Uppskriftin kemur úr bókinni Gott og gagnlegt 2 og við ætlum að fylgja þeirri uppskrift alveg eftir. Þeirri uppskriftin aftast í bókinni. Ég mun setja fremst á eftir í myndbandið og þannig að við skulum bara hefja standa. Þið munið númer 1, þú á hendur, koma sér í svuntu og hefja standa. Þannig að númer 1 í aðferðinni, þegar við lesum yfir hana, er að kveikja á ofninum, stilla ofninn á 180 gráður. Ég ætla að sýna ykkur betur eftir hvernig ég gerum það. Og svo er það að setja allt hráefni í skál og við blöndum svo saman með svona handheitara. Við þurfum ekki rafmagnsheitara í þessa uppskrift. Það er nóg að hafa svona handheitara. Svo þegar við erum búin að blanda vel saman, er deiginu skipt í 2 form. Þannig að þessi uppskrift gerir ráð fyrir að 2 nemendur séu saman að vinna hana eins og við höfum verið að gera í skólanum. En núna ger ég bara 2-faldan botn og set krem á milli og ofan á. Og svo ætlum við að baka hana í 15 mínútur. Þannig að nú er ekki eftir neina að bíða, krakkar mínir. Nú skulum við bara hefja standa. Stilla hann á 180 gráður, hérna, og blástur. Það er hringurinn munni sem er búin að vera að æfa í vetur. Þannig að nú þurfum við bara að bíða eftir að ljósið slokknar og þá getum við sett kökurnar inn. Og það sem við þurfum í þessa uppskrift eru 2,5 desilítra hveiti. Þannig að þið munið, við erum með enn að æfa okkur með að hafa allt sléttfullt. Þannig að 1, 2 og hálfur þessu. Svona 2 desilítra sykri. Það er bara best að hella þessu bara hérna úti. Og hafa það líka alveg sléttfullt. 2 desilítrar, 1. Eins og sjáu, þetta er aldrei mikið sykur í þessa köku en hún er bara ljómandi góð. 2. Og svo er það hálf teskeið eða næst minnsta af matasóda. Við setjum hérna sléttfulla af matasóda. Hálf teskeið af lyftidufti. Þess að hafa pappír hérna hjá mig til að þurrka af á milli. Hálf teskeið af lyftidufti og líka sléttfull. Og svo er það hálf teskeið af salt sem við setjum og þá er ég bara með skeiðina hérna yfir skálinni. Þannig að fari nú ekkert út allt. Svona. Hálf teskeið sléttfull. Og svo er það 2,5 matskeið. Stærsta skeiðin af kakó. Og til að vera alveg nákvæmur, til að mæla 2,5 matskeið eru 2 svona matskeiðar, 1 teskeið og hálf teskeið. 1,5 teskeið eru jafn mikið og hálf matskeið. Þannig að við byrjum hérna á 2 matskeiðum og líka að hafa sléttfullt. 1, 2 og 1 teskeið, því við ætlum að vera svo nákvæm í þessu. 1 teskeið og hálf. Svona, þá er kakóið komið. Ég er hann öll út í kakói. Því næst er það eggið. Það er nú margir nemendur verið að æfa sig að brjóta egg, en það gæti þurft kannski fá smá aðstoð frá mömmu og pappa eða eldri systkinu sem eru rétt hjá okkur. Þannig brjótum bara fyrst en sláum í borðið einu sinni og opnum það í 2. Alltaf gott er nauðsynlegt að brjóta egg í skál, glerskál eða einhver aðra skál, að því við ætlum að athuga hvort að eggið sé nokkuð ónýtt, hvort sé ekki allt í lagi með lyktina og líka að passa upp á skurnin, þannig að fari engin skurn ef við verðum að brjóta beint ofan á færi. Þannig að, en áður í setja eggi ætla ég aðeins að blanda þurrefnunum saman sem eru komin út í. Aðeins að blanda kakónu við rest. Svona.
Svona. Að blanda þetta saman. Því næst set ég eggið út í. Og svo það mjólk og það 1,5 desilítra mjólk. Það stendur léttmjólk í uppskriftinni en ég alltaf með bláa. Þannig að þá set ég 1 fullan, alveg sléttfullan og hálfan, þið munið. Eins og 2/4 eða 1 annar. Þá munið við sem æfa okkur í að 1 svona desilítur séu 4 hlutar og ég ætla að setja í 2 af 4 hlutum eða í helminginn. Þannig nú ég búin að setja þetta í helming desilítrasmálsins. Og svo það olía sem við notum. Og það 3/4 hlutar. Og þá hugsum við aftur, 3/4 eru sama sem 3 hlutar af 4 sem við setjum hérna í. Og það gott að notast við alveg svo síðast. Þetta desilítrumál með svona rákum í röndum og þá sjáum við betur hvar hver hluti Hérna 3/4, þetta 3 hlutar og úti. Og þá eina sem vantar núna vaniludropar og það 1 teskeið, næststærsta af vaniludropum. Skeiðin dálítið út í kakó en það allt í lagi því við erum ekkert að fara að setja óhreina skeið ofan í neitt. Hálf teskeið komin ofan í. Og þá því næst að þá bara blöndum við þessu vel saman. Við þurfum ekkert að nota eitthvað mikinn kraft í þessu. Þetta blandast bara vel saman með feitaranum. Við þurfum bara að passa að við blöndum vel í hliðunum og í botninum. Þannig sé ekkert hveiti eða sykur eða neitt sem festist hérna í botnin. Þetta sé allt blandað saman. Það finnur strax orðið þessa góðu lykt. Svona, lítur ljómandi vel út deigið eins og að vera búið að blandast vel. Nú þurfum við að smyrja forminn. Setja smá olíu í forminu og smyrja með. Bara svona pensli. Og aftur gerum við bara botninn, penslum í botninn og hliðarnar. Og þetta líka í botninn og í hliðarnar. Svona. Og nú bara að hella. Skiptu þessu cirka jafnt í bæði formin. Ef það væri einhver nemendur hjá mér núna, þá þið sko slegist þeitara. Hver mætti sleikja? En ég ætla nú bara að leggja hann hérna frá mér og læta nú vera í dag að vera sleikjan. En nú ætla ég bara að skipta þessu í cirka, já, 2 botna. Og þá gott að nota sleikjuna, af því hún nær svo vel úr öllu. Það að sleikja allar hliðar, botninn. Og aðeins meira hérna. Svona. Svona. Og þá komið úr skálinni. Svona, flott. Og þá bara að setja botnana eða forminn inn í ofn. Þannig að það fínt að setja þetta á bara svona grind. Setja þetta á grind og inn í miðjan ofninn og 180 gráður og í 15 mínútur. Og þá verða það tilbúnar. Og meðan kökurnar bakast inn í ofninum, að þá ætlum við að búa til kremið sem fer ofan á súkkulaðibráðið sem fer ofan á botnana á eftir. Undir að því með tvöfaldan og yfir. Þannig að nú skulum við bara setja kökurnar í ofninn og fara að baka. Jæja, og nú kakan komin inn í ofninn og áður við byrjum að gera súkkulaðibráðið þurfum við að sjálfsögðu að þrífa hérna
eftir okkur. Vaska upp það sem þarf að vaska upp og setja í uppþvottavél, það sem á að setja í uppþvottavél og ganga frá hráefninu sem við þurfum ekki að nota aftur. Við þurfum að nota kakóið, það er eina, og vanildroparnir, hitt allt fer á sinn stað. Þannig að nú þrífum við vel. Það er svo leiðilegt að vera að vinna eða baka eða elda í eldhúsi þegar allt er út um allt. Þannig að við ætlum ekki að fara að venja okkur það. Göngum vel frá. Núna ætlum við að fara að gera súkkulaðibrauð, krakkar. Og þá þurfum við að byrja því að bræða eina matskeið af smjöri. Og þetta er bara lítill pottur, okkur dugar hann alveg. Og við þurfum líka alltaf að passa okkur munið þegar við erum að fara að nota helluborðið. Að bæði að passa okkur hvar við setjum pottinn, að við rekum okkur ekki í haldfangið. Og líka, þetta er lítill pottur, þannig að við höfum hann bara á minnstu hellunni. Þannig að það er ein matskeið af smjöri. Ég nota aftur mæliskeiðarnar, eina stærstu, svona cirka. Svo ég sé að ná mig bara hérna í eina kúlu af vísi, að þannig bara hljóðnar því bara frá mér. Þannig að aðeins að minnka hana. Og smjör komið. Þannig að það er ein matskeið sem verður í hlaupi frá okkur. Þannig að nú stilli ég bara helluborði á 4, leyfum þessu bara að bráðna rólega. Sjá, svona, bara rólega. Látum þetta bráðna núna í smá stund, þetta tekur enga stund að bráðna og látum svo smjörið kólna smá stund, svo blöndum við hinu bara sama við í pottinu. Þurfum ekkert að vera að skýta út neina aðra skála en eitt. Höfum bara það sem við erum búin að notast við. Þannig að nú bara bíðum við og klárum þetta eftir smá stund. Nú er smjörið búið að kólna aðeins, þannig að okkur óhætt að fara að setja restina í. Þannig að það er núna kakóið og það eru 2 matskeiðar, alveg sléttfullar. Nei, fyrir ekki, það er 3 matskeiðar sléttfullar. Skulum nú hafa þetta alveg rétt eins og þetta á að vera. Svona. Og svo eru 3 desilítrar af flórsykri. Þannig að ég hef bara desilítramáli hérna yfir og það er best að geta verið með þetta svona form og hafa líka svona sléttfulla og reyna að hitta samt ofan í. Svona sléttfulla, 3 af þessu og svo er það af vatni. Það finnst mér best þegar maður setja skeiðir af vatni að vera bara með tilbúið í glasi. Þá get ég bara svona skúplað yfir. Þannig að hérna stendur 3-4 matskeiðir af vatni og ég ætla að byrja að setja 3 og ef mér finnst það að vera of þykkt að þá er betra að bæta við vatni. Það er smá brúntina því að skeiðin var með kakó og það er ekki. Og svo er það hálf teskeið af vanildropum sem er næst minnsta skeiði. Hálf teskeið. Og þá er allt komið í súkkulaðibrauðið og þá er bara að blanda þessu vel saman. Þannig að þetta verður bara tilbúið þegar kakan kemur út úr ofninum og setjum þetta svo á þegar hún er búin að kólna aðeins. Nú bara blöndum þessu vel saman eins og áðan. Passa sér vel, tekið hrært í botninn og hliðarnar. Þannig að kakóið og flórsykur blandast vel saman. Þannig að þetta er bara fín þykkt eins og var hjá mér núna. 3 matskeiðar, þannig ég ætla bara að halda því við. Þrífa aðeins þennan supuskapinn eftir mig eftir flórsykur sem fór aðeins út fyrir. Þannig að nú bara bíðum eftir að kakan er tilbúin í ofninum, látum hana kólna í smá stund og setjum svo súkkulaðibrauðið á. Jæja, þá pípar ofninn okkar og þá skulum við athuga hvort að kakan sé örugglega tilbúin. Og til þess að gera það, þá erum við með svona tannstöngur sem við stingum í botnana. Aðeins að passa okkur svona þegar það kemur hita út. Þegar við stingum hérna, allt í fínu. Ef það myndi festast eitthvað við, þá myndi það segja okkur að hún var ekki alveg tilbúin. En það festist ekkert við,
Þannig að botnarnir eru tilbúnir og nú bara láta það standa í smá stund og aðeins að kólna. Og meðan þá slökkum brótnunum og bíðum hið rólegasta. Jæja krakkar, nú er ég búin að taka annan botnin úr forminu. Kakan er búin að kælast vel. Setja hann hérna á kökudisk og þá ætla ég að fara að setja bara súkkulaðibráðið á þennan botn. Það er hægt að hafa þetta bara eins og við gerum í skólanum. Bara svona mjór botn. Hafa bara 2 botna. En hérna ætla ég að setja hinn botnin yfir. Setja bara svona bráð hérna á milli. Og svo líka hægt að leika sér með þetta eins og einn nemandi gerði í bakstri Vali. Setti hérna bananakrem. Útbjó bara bananakrem og setti á milli kökunar. Og það heppnaðist mjög vel. Virkilega flott. Þannig að svona, að þá er ég búin að setja súkkulaðibráð á neðri botnin og ætla að taka inn botnin af, þannig að passa okkur, hann festir sig ekki á, smá festir sig botnin en lítið. Leggjum hann hérna yfir, smell passar, þetta er jafnstórt form og þá ætla ég að setja restina af súkkulaðibráðinu. Dreifa bara vel yfir botnin. Það væri ekki verra, krakkar, ef þið ættuð jarðaber eða eitthvað svona til að setja ofan á. Það til að gera hann svona aðeins kannski hollari og líka svona fyrir útlitið. Þannig að bara setja ég hérna klára alveg og þið sjá þetta dugar alveg þetta súkkulaðibráð. Þó að sé vinsælt að því það er svo gott að þá dugar þetta alveg vel hérna á neðri og efri botn. Svo gott að þetta bara leka smá svona niður. Aðeins raugað. Aðeins svo mikið. Svona. Þá er kakan, krakkar mínir, bara tilbúin. Og það gildir með þessa köku, sama með eplakökur sem við gerum daginn, að hún er dásamleg ef þið ættuð rjóma til að þeyta eða ís í fristinum að borða hana með. Þá ætla ég bara að smakka dúnmjúk súkkulaðikaka. Sjá hvernig uppáhaldskaka nemenda minna smakkast. Og það er tilvalið að baka þessa köku núna næstu daga, þar sem páskarnir styttist í páskana. Það eru margir sem hafa bakað hana til þess að fjölskyldur eiga afmæli eða þeir sjálf og búið upp á hana og verið mjög góð. Hún er mjög góð ein og sér, en hún væri aðeins betri ef ég ætti rjóma. En mjög mjúk og gott bragð. Þannig að ég segi bara krakkar mínir, þangað til næst og gangi ykkur vel. Bless, bless.